Finn ennþá sígarettulykt af puttunum á mér. Það er svo lyktin komið innan frá einhvern veginn úr blóðinu eða. Var að keyra 15 ára strák í dag. Pældi í því maður, 15 ára. Kastaði sér fram á þaki. Lét sér fljúga niður 7 hæðir. Hvað ætli það taki langan tíma að fljúga niður 7 hæðir? 5 sekúndur. 1, 2, 3, 4, 5. Búm! Bara eins og að fá jörðin í punginn. Þú veist náttúrulega ekkert hvernig það er af því þú ert ekki með pung. Það er örugglega helvíti sárt. Hvernig er það annars? Eru páfagaukar með pung eða? Það var ótrúlega skrítið. Ég hef aldrei lent í neinu svipuðu áður. Fannst ég hérna hlátur koma úr kistunni aftur í og var alltaf að líta eitthvað aftur í alla leiðinni upp í garðna. Það var einhvern veginn svona, það var ekki svona skellihlátur heldur svona einhvern veginn svona angurvær, sko. Áður en ég vissi var ég fann að tala við hennar strákið inn í bílnum. Og þegar ég spurði hann af hverju hann hefði gert þetta. Veistu hvernig hann svaraði? Ekki græna glæddu. Að því bara. Nú bara að því. Að hvað? Bara að því bara, ekkert að því bara neitt sérstætt. Bara að því bara. Ekki eins og það sé neitt stórkostlegt svar, en ég meina, það gerir enginn lengur neitt að því bara. Hvað þá að kasta sér fram af 7 hæða blokk? Ég fór að spá í hvenær ég hefði síðast tekið ákvörðun, hvað þá staðið við hana og ég mundi það ekki. Og þá fannst mér eins og hann væri farinn. Hann væri ekki lengur með mér. En ég vissi að ég yrði að taka mig á, héðan í frá yrði líf mitt að breytast. Og ég ákvað að hætta að reykja. Ég er hættur að reykja. Var eitthvað svo gott að tala við hann, sko. Kannski hefur hann sér glitt í eitthvað betra þarna á þakkinum, maður veit það ekki. Hláturinn var einhvern veginn þannig, sko, eins og hann. Svo hann væri alveg viss að þetta væri rétt ákvörðun. Mér langaði að segja foreldrum hans að þegar við komum upp í garðinn, ég meina, hvað átti ég að segja? Hann hefði gert þetta bara að því bara eitthvað, út í bláinn. Nei. Og auðvitað sagði ég ekki neitt, maður má ekki tala við neitt í þessu starfi. Maður verður bara að vera þögull sem gröfin. Þögull sem gröfin, maður. Hún frekar þreyttur brandari í mínum bransa. Hey, eins dauði, annars brauð. Fáviti. Sko, maður verður að brynja sig fyrir þessu. Þetta er bara eitthvað sem fylgir starfinu. Og það eru alls ekkert allir sem geta það megas. Það eru alls ekkert allir sem ráða við þetta starf. Alls ekki. Kannski sumir séu full innvolveraðir. Kannski það sé rótin að því hver útúríkt boring þú ert orðin. Hey. Að það eigi hins á því að Megas. krúttið þetta við leita upp leikfélaga. Hey. Eða bara þú sé svo útbrunnin að þú meikar ekki meira en að rúntum og rífast við mig. Ég er búinn að segja þér að ég vil ekki tala um þetta. Og ef þú ætlar að halda svona áfram, þá tek ég þig út úr búrinu og dunda mér við að plokka þig fjaðrirnar eina og eina í einu og steiki þig á pönnu, lifandi, upp úr olíu, með arómati og þegiðu svo. Hvernig þá að bugga með bömmar og bullshiti?
Eitthvað að hjá stráknum? Nei, Heyrðu, kall. Það er ekkert alvarlegt, er það nokkuð? nei, það er ekkert að. Strákurinn minn stúrinn. Með steininskónum. Það er ekkert að. Bíddu, í alvöru. Er einhver pæling í gangi? Eitthvað drastískt? Nei, það má ekki. Það er ekkert að. Taktu uppeyju. Pældu að því sem þrátt fyrir allt er gott og fallegt. Er það nokkuð stökk? Hæ. Við þurfum að tala saman. Af hverju? Af því við erum hætt í. Af hverju segir við þurfum að tala saman og segir svo ekki neitt? Ég hef hjá draumur á einhvað konu í dag. Nú, hvernig var draumurinn? Hún sagði þetta búa myndi breytingar. Ég er hættur að reykja. Af hverju? Af því bara. Hvernig var draumurinn? Það var ekki draumur. Ég lýsti bara fyrir henni síðustu viku og svo lét ég hana ráða hana. Hún sagði ég ætti að búa myndi breytingar. Af hverju lést hann ekki ráða draum? Mér dreymir ekki lengur. Við verðum að tala saman. Við erum að tala saman. Þú veist hvað ég meina. Ég get þetta ekki lengur, Ívar. Þetta hvað? Hvað meinarðu með þetta? Já, hvað skildi ég meina, Ívar? Hvað heldur þú? Þetta. Sko. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Hundaskítur. Hver á hundinn? Hver á hundinn? Þú segja þessum vini þínum að venja sig á að þrífa upp eftir hundinn sinn. Þú bara getur ekki hætt, er það? Hvað heldur að þú vitir þetta litla fyrraða krýp? Hvað hefur þú gert annað á þinni aumu ævi en að éta epli og banana inn í þessum litla lokaða verndaða búri? Ha? Út með þig. Gjörðu svo vel. Farðu út. Gjörðu svo vel. Hérna er heimurinn. Bíður eftir þér. Vesku. Þá út með þig. Þá út. Farðu út. Gerðu það. Af hverju fórstu ekki út?
Æ, mingakalli, hvað hann á bátt. Svo sensitífur og það er sárt, það svíður. Daman hans kann ekki á kerfisbúnaðinn, verður desperat að droppa litla drengnum sínum. Dampar honum eins og í junkie sem hann er. Af hverju fórstu ekki út? Ég sagði við strákina að stundum liði mér eins og persónu í draumi annarrar mannesku. Hún svæfi illa og draumurinn væri slitróttur og ég bað hann að vekja hana ef hann hefði einhver ráð til þess hana uppi. Þú ert ágætur Megas, þú sést svona helvíti kaldhæðinn. Ég veit alveg að þú skilur mig. En auðvitað á ég ekkert að vera að hugsa um hennan dreng, maður. Hann gafst upp. Ég má ekki gefast upp. Maður verður bara að horfa á björtu hliðarnar. Muna hvað maður hefur. Muna að maður hefur vinnu. Og það er alls ekkert allir sem hafa vinnu. Það er alls ekkert allir sem nenni einu sinni að vinna. Maður getur allt, bara ef maður er nógu ákveðinn. Til dæmis að hætta að reykja, það er ekkert máli. Maður er bara búinn að taka ákvörðunina, bara halda sig við það. Vera bara ákveðinn. Muna að maður er hetja. Ég er 1 milljón. Ég er 1 milljón. Stakk 1 milljón aðra sáðfrumur af og var fyrstur í mark. Það verður að muna hvað maður hefur. Það man það enginn fyrir mann. Hvað heldur að myndi gerast ef ég yrði veikur, eða svæfi yfir mig? Það væri algjört klúður. Þú kemur ekkert svona kistu aftan í venjulegan stationbíl. En fólk treystir á hann. Líka þegar það er dáið. En myndið þú vilja láta keyra kistuna þína upp í garði í greiðabíl? Skilurðu hvað ég meina? Það snýst meira en eitthvað andskotað skull. Maður er alltaf í vinnunni. Að bera sig vel og halda virðingu. Það er málið. Ég er hetja. Hún skilur það ekki. Ég er 1 milljón. Hana dreymir ekki. Farðu út af bílnum. Farðu!
Hvað ef ég er ólétt? Það þarf enginn að vita að ég eigi barnið. Högni heldur hann sé að verða pabbi. Ég meikaði ekki barnið líkist honum. Eða mömmu. Új. Hvort myndirðu frekar vilja? Ef einhver spyr, þá segi ég að það veri ég sem sá hann upp, ok? Já. Stelpu. Ég vil ekki eftir þess krakka sem stendur sig geðveikislega vel í skóla. Ég vil það spyrja hann það einhvern. Mamma, hvað er þetta? Mamma, hvað þýðir? Eitthvað sem þú getur kannski ekki eins og svara. Já, svo ég fíla mig brjálæðislega heimska. Ég vil eignast svona barn sem stelur peningum úr veskjunni á pappa sínum til að kaupa sér föt sem ég get svo notað líka. En þú? Ég held ég vil bara eignast heilbrigt barn. Ég vil allavega ekki eignast kvikindi, öskrandi kvikindi. Alls ekki. Mér finnst brjóstin ekkert að vera stækkað. Er Högni ekki ánægður með því? Hann var að segja mér frá svona uppeldisaðferð. Það segir að barn byrjar að öskra frekju, þá maður að byrja að öskra á móti. Og ef það fyrir að stappa niður fótunum, þá maður að stappa niður fótunum á móti. Þú veist, gera allt á móti. Klikka? Til þess að steypa. Ok, Silja, þú kemur inn í búð. Krakki vill nammi eða dóti eða eitthvað sem krakka vilja. Þú segir nei. Krakki byrjar að grenja. Þú segir nei aftur. Krakkinn byrjar að öskra. Þá byrjar þú að öskra á móti. Krakkar! Það var gamall maður í dag sem kallaði mig frú þegar hann sagði að ég var ófrísk. Sparkaður ekki punginn á hann? Mér finnst það bara sætt. Ég var að labba á Laugaveginum daginn þegar lítill krakki benti á mig og sagði við mömmu sína: Sjáðu hvað konan er feit. Ég fór að gráta. Börn geta verið svo viðbjóðslega nasty. Mér finnst það bara sætt. Ég hata hann. Stundum þá held ég öfundi þig pínu að vera bara ein. Það er örugglega ágætt. Helmingi einfaldara. Þú hefur ekki hugmynd hvað þú átt að tala. Jú, veistu, ég held það. Langaði til að eignast þetta barn? Nei, ég veit það ekki. Mér finnst bara svo geðveikt hallærislegt að fara í fóstureyðingu. Veistu hvað það ekki? Akkur kastar ekki bara upp að þau? Hvað ertu að segja? Ég meina úr að ákveða sig. Ég er ekki alltaf í lagi með þig. Nei, kannski ekki. Kræst maður. Jesus. Það er búið að vera eitthvað vesen hjá þeim. Nú? Þú er ekki hvað Högni mikið í burtu með brjóst. Það er mín bara ólíða. Þess að trukkur með brjóst. Jú, þessi spjartakjöri.
Nú kemur þú heim. Hvað er ekki að snerta mig? Óttu sig. Lættu mig ekki friði og drullast burt núna, þá... Þá hvað? Já, þá hvað? Þá eignast ég barnið. Ertu vitlaus, stelpur, skratti, veistu hvað þú ert að tala um? Á ég að segja þér það? Gefðu mér fríði. Næstu mánuði áttu eftir að vera í rannsóknum hjá alls konar kollum sem potum í á þú veist hvað. Þér á eftir að finnast margir þér að taka sér ansi góðan tíma, vinkona. Og þú þetta er gubb á mótnana. Finnast þú feit, ógeðsleg, grenj út af engu. Ha? Og svo liggur útglend á fæðingardeildinu og veistu hvernig rifni í sundur og þá loksins fæðist kvikið. Ég get ekki eignast barnið. Svona. Þetta er ekki endalókin. Þetta verður allt í lagi. Og það þarf að gefa þig brjóst. Þú veist ekki hvað oft á sólarhring. Og þú horast og ert að fá taugaáfall af andvökunum. Endar upp á spítala með svefnlyf og næringi æð. Og sofandi í 2 sólarhringa. En þegar þú vaknar aftur, þá fyrir allt upp á nýtt vegna þess að barnið hættir ekki að vera til. Og þú sért búin að fá nóg af því. Þarftu að fara? Hvort sem þú sér mig eða ekki, ég verð alltaf við hliðina á þér. Og svo þegar þú kemst loksins á djammið aftur, en nóg mentuð, byrruð, þreytt. Búin að eyða öllum deginum í að ná þér í barnabíu. Þú lítur í kringum þig og hvað sérðu það? Eintóma krakka og bílar þig svo gellingu og bara... Og þú þér út og hætta að áreita kúnna. Viltu ekki sleipa mig föður þetta? Út með þig. Þetta er dóttir mín hérna og ég er að tala við hana. Þið eru kúnnarnir mínir og þú ert að áreita. Hver ert þú eiginlega? Viltu skjöla það vel að láta mig vera hana? Veitu hvað? Æ, slepptu mér, segi ég, slepptu mér! Hvað er svona fyndið? Þú myndir ekki trúa því hvort þið er. Hvað? Mér finnst stundum eins og ég hafi verið 14 í fyrradag að mála mig. Síðan hafi liðið 2 ár sem fóru ég veit ekki hvað. Og allt í einu er ég verðandi einstæð móðir. Eða... Ég og Vikki erum ekki búin að ríða í marga mánuði. Hann segist þér svo hræddur að reka typpi í fóstrið. Barnið er umlega komið heilahristing. Námi! Ná út! Farðu út! Gjörðu svo vel! Gjörðu svo vel! Hérna er heimurinn! Ha? Rest þú! Hann bara bíður eftir þér! Ha? Farðu út! Stelpur. Ég held ég að vera að missa vatn. Er allt í lagi með þig? Geturðu gengið? Við verðum að koma upp á spítala. Ég fer að hringja sjúkrabíl eða eitthvað. Nei. Mömmu þína þá? Nei. Slappu þess af. Það er allt í lagi með mig. Ég get alveg gengið, ok? Getur ekki gengið? Og tökum við bara leigubíl. Ertu með pening? Nei. Shit. Ok. Ég fer bara í hraðbókan. Ég tek pening. Þið finn einhvern leigubíl og við förum á spítala.
Er allt í lagi með þig? Mundu að anda. Stoppaðu ekki helvítis bíllinn. Hvað er í gangi? Ég veit það ekki. Hvað kosti þetta eitthvað? Það virkar ekki. Tjóminn. Það er svo gott að geta þagað með þeim sem maður elskar. Já, ástu mín. Þannig á það að vera. Já, elskan. Hvað? Hvað? Hvað starfur svona á mig? Hvað, ég bara horfa á þig. Má maður ekki horfa á þann sem maður elskar? Jú. Ertu að horfa á eitthvað sérstakt? Eru kollvíkinar að hækka? Ég meina, mér finnst það sætt. Ég hef alltaf verið með frekar há kollvík. Ekki svona há. Býtu, hvað meinarðu? Ekkert. Hvað nú? Þú getur örugglega byrjað bara að bóna hann eftir svona 2-3 mánuði. Ha. Ertu pirraður? Nei. Víst ertu pirraður? Nei.
Allt í þessu fína? Já, mjög góður, takk. Ekki gera þetta. Akkur ekki? Æ, þú verður eitthvað svo raunveruleg. Fólk geti haldið að þú værir eitthvað skrítinn. Allt í lagi hjá ykkur? Fer það eitthvað á milli málavinur? Hún bara tók hann af sér og rist. Ertu alveg viss? Já, ég horfði á hana. Að ég sé ekki að missa hárið. Ég var að grínast. Já, ég veit þú varst að grínast, en ég held samt að ég sé að missa hárið. Ég meina, sjáðu hvað kollvikin er orðin há. Þú hefur nú alltaf verið með frekar há kollvik. Þú sagði það sjálfur. Já, frekar há en ekki svona há. Af hverju segirðu það? Af því ég skar í þau. Svo ég líka verið að skoða gamla myndir af mér. Hvað meinarðu skar í þau? Ég skar hérna við kollvikin þannig að það kom sár. Og eftir 2 vikur voru þau komin hærri en sárið. Ég meina, ég vildi bara vera viss svo ég fær ekki að missa hárið af áhyggjum yfir að vera að missa hárið sem ég væri svo kannski ekkert að missa. Ég meina, alltaf þegar ég renni hendinni gegnum hárið koma hár í lóan. Sjáðu. Hár. Þú veist, hvaða rugl er þetta? Af hverju svona stressaður yfir þessu? Sköllóttir menn geta verið svo sexy. Ég er semst að verða sköllóttur, ertu að segja það? Ég sagði það ekki. Ég sagði að sköllóttir menn getur líka verið sexy. Þú veist, minna mann oft á risastóra stambínu. Ég hef bara engan áhuga á að líta út eins og titlingur. Ég skil bara ekki að þú stressaður yfir þessu. Þú veist, hvað er þetta? Ertu stressaður yfir því að eigi ekki að mikið séns ef að háraður þinnist? Eigi ekki jafn mikinn séns? Já, þannig að þú sért á einhverjum veiðum. Á veiðum? Þú ert að túlka þetta þannig að vegna þess að ég meik ekki að hausinn á mig líti út eins og einhver titlingur og svo ég ekki hrifin að þér. Eða þá að þú bara svona komplexeraður yfir þessu, að þú er ákveðið að drífa í þessari trúlofuna með að þú hefðir eitthvað hár. Mér langaði bara að ræða þetta. Af hverju ertu svona pirruð? Þetta er fáránlegt. Þannig að þú meikir það ekki að ég sé að missa hárið. Ef ég er að missa það, það er alls ekkert víst. Þú veist, þetta er fáránlegt að það varst þú sem byrjaðir. Byrjaði? Á hverju byrjaði ég? Að missa hárið. Var í lagi með matinn? Já. Mjög fínt. Má bjóða ykkur kaffi á eftir eða? Vilt þú kaffi, ástin mín? Ég myndi gjarnan bara þykja meira hvítvín. Já. Ástin mín. Kem með það á eftir. Hérna, eigum við ekki bara að gleyma þessu? Jú. Gleymum þessu. Fyrirgefðu. Þú líka. Úpsí! Það var aldeilis koss. Ætli við getum nokkuð kveiktu aftur. Nei. Heyrðu, eigum við ekki að tylla okkur hérna hjá þessu fallega pari hérna? Megum við til okkur. Það er svo kalt í myrkrinu. Sérstaklega svona standandi. Mikið ofsalega eru þið fallegt par, krakka mínir. Þetta er Auður, kærasta mín. Við vorum að trúla okkur. Ég er Darri. Til hamingju. Takk.
Hérna, viltu klára? Svo stífur. Auður, já. Ofsalega er það sexy nafn. Hérna, kláraðu stífi strákur. Nú, ertu svona stífur? Heyrðu, veistu, kannski langar hann bara ekkert í þetta. Nei, kannski langar hann bara í eitthvað allt annað. Þetta er Hanna, mín hægri hönd. Þessi slær alltaf í gegn. Viltu naga hann af? Svaf hjá einhverju pjásu sem svo reyndist. Þú veist. Morgunin eftir. Þannig að vaknaði skiljið. Nú þurfum við ekkert að spá í hver andskotin kom fyrir. Albert. Sæll. Ég ringdi niður í rafmagnsveitu og þeir sögðust vera að vinna í þessu. Mér finnst þetta alveg svakalega eðlilegt. Nei, þér finnst það ekki neitt. Þú ert bara að segja þetta vegna þess að finnst þú eigir að segja þetta. Sjáu þið tjónin hérna. Að öllum líkindum er hann hommi. En svo er hann að bögglast með þetta inn í sér þó að allir viti betur. Þess vegna kemur ekki bara út úr skápnum. Ertu hommi? Nei. Heyrðu, fyrirgeðu, við ætlum að fá hjá þér eina hvítvín, manstu? Við erum öll helvítis hommar. Við þurfum bara að koma út úr aumingjaskapnum og hætta þessum feluleik, krakkar. Og 2 kaffi grand fyrir okkur hjónin. Við verðum að tala saman. Einmitt. Það er líka mikilvægt. Nei, ég meina. Við verðum að ræða málin. Ok. Af hverju? Af því kannski erum við hætt því. Nú, viltu tala um það? Nei, ég til dæmis. Stundum þarf bara að ræða málin. Þannig er það bara. Og af hverju ætti ég að leyna því þó að ég fái ekkert út úr því lengur að ríða henni? Og af hverju á ég að vera að gera mér upp fullnægingu fyrir hann? Því ég bara fæ hann ekki. En af því að við erum hreinskilindari, þá er það bara ekkert mál. Þó ég ríði öllu nema henni. Segðu mér, Auður, þegar þú sefur hjá Darra, lokar stundum augunum að hugsa um eitthvað annað. Já, það kemur fyrir. Ég meina að ég hugsa um eitthvað annað. Auður? Eitthvað annað, Darri. Darri, þegar ég var á þínum aldri, þá langaði mig alltaf til þess að taka í svona eldri konur. Kannastu við það? Já, ég skil hvað þú meinar. Aðalatrið er tala saman og virða hvort annað. Auður, hvað hugsar? Bara ýmislegt. Hesta og svo leys. En þú, Darri, hvað hugsar þú þegar þið sofið saman? Þú verður að ræða þetta, krakkar. Darri, hvað er til dæmis með hárið á þér? Eru þið búin að ræða það? Veitu, hvað með hára á mér? Nó. Þannig. Nei, þau hafa auðvitað ekki rætt það, en vill ekki horfast í augu við það sjálfur, drengurinn, hann er að verða sköllóttur. Hann sagði mér sjálfur að hann væri að verða sköllóttur. Ég sagði aldrei að ég væri að verða sköllóttur. Þú sagðist vera að missa hárið. Ég sagði þið bara svona, ég er ekki alveg 100% öruggur á því ennþá samt. Reyndu að ákveða þig. Þú ert að missa hárið, Darri. Það sjá það allir nema þú. Reyni ég að ákveða mig? Á hverju sagðirðu þetta ekki áðan? Reynd þú að ákveða þig? Af því það má aldrei segja neitt við þig. Nei, það má aldrei segja neitt við þig án þess að þú farir í fílu. Hver er fúll núna? Sjáðu hvernig þú bregst við. Nei, Darri, þetta er rétt hjá henni. Mátti ekki taka þessu svona persónulega þó hún sé að vera hreinskilin. Hún er bara að ræða málin. Persónulega? Ok. Við skulum vera hreinskilin. Hérna, Auður, hvernig stendur á því að þú ert búin að fitna svona ferlega undanfarið? Hvað meinarðu? Finnst þér að fitna? Og hver er það sem lokar augunum og hugsar hross þegar við sofum saman? Við sofum aldrei saman. Nei, einmitt, getur þú ímyndað þér á hverju það er? Já, því ég hef ekki áhuga á að sofa hjá þér lengur en að taugaviklaði hjakkarið þín. Og ekki ég hjá þér, hérna áhugalausa fitu jussa þín. Ókei, flott krakkar, en ekki hennar næsi. Þetta var óþarfi. Sjáðu, ég get alveg sagt Hönnu að brjóstin á henni og sérstaklega raskatið, það sé farið að síga svo mikið að það er hreinlega ógeðslegt að horfa á hana allsbera. Ég meina, þannig er það bara. En ég meina, það er ekki þar með sagt að ég elski hann ekki. Skilur þú? Sko, til að ná fullnægingu því ég sef hjá öðrum, þá hugsa ég um hann. Ég meina, þó hann reki stanslaust við á hverri nóttu, með sína sveitalegt og krónísku andfílu og þunglindaskap og vilji helst ekkert annað en að runka sér yfir klámyndum. Svona er ástin, krakkar. Fólk verður að geta verið það sjálf. Muniði, krakka mínir,
Muniði það, við viljum ekki vera homma. Ekki þannig. Hlustaðu á mig, Sóley. Ég er ekki hommi. Það er ekki hægt að breyta svona eftirnum. Þá myndi ég ekki sofa hjá öðrum konum. Sjáðu hvernig fer, krakka mínir. Þetta er fólk sem getur ekki talað saman. Ok. Til að hlusta þess á mig. Aðeins æsæðitari. Ok, gjör svo vel. Sko, ég held að það fariði bara ekki vel að missa háritari. Þú ert með þannig andlit. Ég meina, þú yrði bara einhvern veginn svo fáránlegur. Ástu mín. Þá er það list. Ok, ætlar þú að hlusta aðeins á mig? Án þess að skvetta framan í mig. Sko, það er ekki vegna þess hvað þú hefur fitnað að ég hef ekki lengur áhuga að sofa hjá þér. Heldur vegna þess að þú liggur alltaf kyrr í rúminu. Eins og skata, ástu mín. Það er lagið, krakka mínir. Nú eru þið trúlofuð. Er ekkert fjör í þér, elskan. Heyrðu, veistu, hann er bara svona mikill hjakkari. En mikið rosalegt í sjúskosin hann hárkollunar. Finnst þið það ekki? Jú, hún verður svo raunveruleg. Segðu mér, af hverju eru þið hægt að sofa saman? Ég get bara ekki hugsað mér að fá gamla feita, þú veist. Sérðu, ert þú svona mikill hjakkari, kæri vin? Þú djöfull ertu andfúll, maður. Hanna, ertu ekki orðin full krumpu fyrir þetta dressan veist þig? Þetta er allavega skárri en fermingakjóllinn þinn, skan. Hvernig gat svona skallapoppari eins og þú plata þessa stelpu til þess að trúlofast sér? Þú ættir að þekkja þetta. Mér sýnist ekki að skilja ykkur hjónin að. Já, nema kannski hamingjan. Viltu lagi hjá ykkur? Maður í þetta. Það var orðið of seint. Í alvöru. Sérðu mig fyrir þessum fjölskyldumann? Já. Jú, við erum að tala saman. Já, það var fínt. Það er alltaf gaman að spila á Akureyri. Þó að Ísland sé kannski ekki okkar markaður. Jú, þetta er dýrt að leigja svona vél. Já. Nei, það fer á margan hátt vel saman að vera bæði í hljómsveitinni og umboðsmaðurinnar. Já, þá veit maður nákvæmlega hvað hljómsveitin þarf og hvað ekki. Eins og til dæmis að við þurfum að hafa flugvél. Bara að koma óralega. Það á aldrei eftir að ganga. Ég veit tæplega 60 þegar barnið verður 20. Þetta verður alltaf asnalegt. Þú veist hvað ég er að meina, Högni? Nei, ég veit ekki hvað það meina. Þú ert fertugur núna, Viki, bandið með 20 krökkum og ég efast að vera orðinn 30 þegar þú verður 60. Við veitum báðir hvað það ert. Það væri nú eitthvað ef helvítis rellan færi niður. Hljómsveitin Hipp Hipp fórst í flugslysi í kvöld. Reyndar er talið að söngvari sveitarinnar hafi drepist úr flughræðslu áður en vélin náði að hrapa til jarðar. Þegiðu, Viki. Þetta er flóknari það, Högni. Ég er ekki fjölskyldumæður, ég verð hræddur þegar ég hugsa svoleiðis. Hvað með Birnu?
Ég hef aldrei klárað neitt. Þetta er minn síðasti séns að klára eitthvað. Verða eitthvað, gera eitthvað. Þetta er bara enn byrjunin. En hvað með Birnu og barnið? Þau redda sér betur án mín. Auðvitað er mjög mikilvægt að halda sér á jörðinni, en við viljum bara fá tækifæri til að rækta artistana í sjálfum okkur. Þess vegna erum við að þessu, en ekki á einhverju ego-flippi eins og svo margir halda. Ég er að reyna að tala þetta í símann, drengur. Segðu þeim að við séum í Víking. Hvað meinar í Víking? Bara segðu þeim að við séum eins og gömlu víkingarnir. Að nema ný lönd og berjast við önnur bönd yfirráð. Hljóma vel. Það má í rauninni líta á okkur sem svona nýja tegund af víkingum. Já, við erum að berjast við önnur bönd lönd og yfirráð. Segðu þeim að við tökum þessa baráttu alvarlega. Við tökum þessa baráttu mjög Hvað er þetta? Keypti það fyrir norðan. Bara smá mínigripur. Já, í Víking. Já, akkurat. Nei, ekki bjórntegundin. Einmitt, já, nákvæmlega, við erum að dansa. Já. Nei, við erum ekki að gefa út fyrir jólin. Við erum að gefa út fyrir heim. Það var eitthvað spáði að fara úti, talaði við Silja áðan. Það var náttúrulega að skila kveðið frá Birnu. Það ætlaði að hittast, veist, mömmuklúbburinn. Mömmuklúbburinn. Hvað er í gangi? Ég veit það ekki. Hvað djöfullinn er að gerast hérna? Helgi, talaðu við mig. Konan mín vill mig ekki. Börnin mín þekkja mig ekki. Vélinn flýgur án mín. Til hvers er ég? Og ekki einu sinni kettlingafriður í vinnunni lengur. Þér var nær að vera að djúsa með þessu liði langt fram undir morgun. Hvað er að gerast hérna? Viltu hjálpa mér, Helgi? Ég ætla ekki að brotlenda í fyrsta fluginu mínu. Og búið að ýta mann út í horn. Af einhverjum nýútskrifuðum stelpupjásum. Ha? Auðvitað kemur tónlistin fyrst, hún er það sem þetta snýst um. En eins og ég segi, við erum í Víking. Viltu slökkva á GSM-símanum heiladauði poppara djöfull? Mamma, ég þarf að rjúka. Heyrumst. Ertu nokkuð hræddur? Högni? Ertu að hlusta, vinur? Hver er þetta? Þetta verður allt í lagi. Við missum öll takið. Það er allt í lagi. Mikki, ég ætla að hætta. Hvað meinar ætlar að hætta? Bíddu, ég kem. Hey Viki, hvað ertu með? Ég bara trúi þess ekki. Ég held þú væri í viðtali. Ég ferðast allavega ekki vopnaður eins og einhver geðsjúklingur. Hvaða dellir eiginlega hleypir í því? Ég er bara búinn að ákveða þetta. Út af Silju og barninu? Já. Helgi, hjálpaðu mér. Tökum checklist. Þú veist að við megum ekki missa þig. Ég meina, þú getur verið pabbi og í bandinu. Nú, hvað með þig ekki? Hverju getur þú það ekki þá? Come on. Þetta er minn síðasti séns. Gerðu það fyrir mig. Helvíti er þetta snið. Bara þreyttur að syngja ykkur að sírutaksta Egilsstöðum, klæddur þessu verið misnotar í æsku. Langar bara að sinna barninu mínu þegar það fæðist. Kærustunni minni. Þreyttur, Högni.
Hvað viltu eiginlega? Það er ekki eins og þetta sé erfitt líf. Þetta er fínt, maður. 10% vinna, 40% djam, 60% hangs. Það er 110%. Já, eins og ég segi, frábært. Það er ekki margir sem lifa 110% lífi. Ég þekki þig. Þetta er eitthvað sem þér finnst þú að gera, ekki eitthvað sem þér langar að gera. Þetta band, það er ekki að fara neitt. Heyrðu það ekki? Því þótt þú gleymir Guði. Slappa það, þetta er alltaf að koma. Ef við stöndum saman. Þetta er mín síðasti séns til að láta eitthvað ganga upp. Gerðu það fyrir mig. Og hvað svo? Hvað svo? Og hvað svo? Og hvað svo hvað? Ég bara trúi þér ekki. Hvað meinar þú trúir mér ekki? Það erum við búin að þekkjast lengi. Þú ert besti vinur minn. Hvað er málið? Hvernig var að hugsa þessum aðra líka? Að þarf að labba í burtu þegar ég þarf að vera að halda? Ertu búin að gleyma að það var ég sem kenndi þér allt sem þú kannt í músík, maður? Hvað meinarðu? Af hverju er það hægt? Þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Hjálpa mér hérna. Hvað er þetta, vinur? Heldur þú bíðir ekki aðeins þangað til hún kemur? Já, hún hefur örugglega þurft að taka aukalega. Síðan niður þinn sem ein áttir við að sjá af og allt renni eftir einni slóð út í hið hyldýpsta haf. Í krísunni vitrast þér handar per esp og vígur hjálpræði sér. Því þótt þú gleymir Guði, þá gleymir Guð ekki þér. Hvað ertu að gera hérna? Af hverju ætlarðu að hætta? Af því ég vil ekki enda eins og þú ekki. Ég er ekkert að segja, ég vil ekki líkjast. Og hvað svo? Ég hættu ekki. Þetta er búið. Halló allir. Ég er hættur í bandinu. Á með deginum í dag. Reykjavík turn, zigzag 25 kallar. Reykjavík turn, zigzag 25 kallar. Hvar er helvítis borgin? Við erum á réttri stefnu, Ég skil þetta ekki, Ertu ennþá að drekka helvítið þitt? Komdu með! Sko frábært, Helgi, frábært hjá þér. Viltu drullast út úr klefanum núna? Út með þig! Allt í lagi! Hann ætlar að rústa framtíð okkar allra af því hann vill fara að skipta bleiur. Ertu eitthvað rugglaður, maður? Ætlar að detta í pakkan? Það er þannig að skarra skipta bleiur á einu barni heldur en 6. Slappið af, ræðum þetta eins og fullorðið fólk hérna. Við prófum að vera instrumental og það bara gekk ekki upp. Bara helvitis egoisti, hvað um okkur hinn? Bara búin að fá nóg. Búin að fá nóg? Já. Við erum ekkert búin að fá nóg. Heimurinn er ekkert búin að fá nóg. Ætlar að eyðileggja það allt. Það er ekkert í gangi út í Totti, ok? Ekkert í gangi? Það er ekkert að gerast. Það er hellingur af fyrirtækjum búin að sýna áhuga, maður. Það er hellingur af fyrirtækjum búin að sýna okkur kurteisi. Þannig byrjar þetta, maður. Hvar væru Bítlarnir, Högni, ef John Lennon hefði allt í einu hætt þegar þau voru að ströggla í Þýskalandi bara því að hann ákvað að væri betra að skipta bleiur á einum en 6? Ég meina, þú veist hvað, það væri betra að skipta þér á Þið veitir hvað ég meina. Hvað um okkur? Hvað um okkur? Viniðina? Nei, svona er lífið ekki. Ég meina, vinir koma og fara. Sem er fullorðnast með þessu.
Ég nenni ekki að taka þátt í þessu fáránlega. Er öll bönd fáráleg? Þangað til þau meika? Á fyrst verða þið fáránleg, Viki. Það er ekkert jafn fáránlegt eins og 22 ára fyrrverandi poppstjarna sem ýtir barnavagni niður Laugaveginn. Jú, ekki eitt. Fertugu poppari sem er ennþá að ríða 16 ára pím í verbúðum út á landi. Hei, Högni. Þetta er áráþari. Hei. Viki, ekkert svona. Hei, reynum að ræða þetta eins og professional band hérna, Viki, slepptu sverðinu. Ekki reyna að segja mér að það að hætta að reyna Silju barsins. Þú ert einfaldlega að gefast upp. Gera það fyrir okkur og þig að hætta þessu rugli og halda áfram í bandinu. Þú heldur áfram í bandinu og ég drep þig! Viki, það kemur út á eitt, Viki. Hvort þú drepur hann eða hann hættir í hljómsveitinni, hann verður ekkert áfram í hljómsveitinni. Já, Viki, það er eitthvað vitlaust við þetta. Viki, slepptu sverðinu, maður. Bandið gerir ekkert upp sín mál svona. Það þýðir ekki að syngja frið á jörð og grípa síðan til vopna. Svona hættu þessu drengi. Skipt er ekki að þessu. Viki, þetta er öfugt. Högni er ekki rekinn. Nei, Högni er rekinn. Með skít og skömm. Þú getur ekki rekið hann einn. Ég vil ekki helvítis egoist í bandinu sem hugsa ekki neitt nema sjálfa sig. Það enda bara með sólóferli. Við verðum að komast að professional niðurstöðu hérna sem band. Við þurfum öll að samþykkja ákvörðunum. Hei, hvað rugl er þetta? Ég var hættur. Nei, þú gafst upp og var svo rekinn. Og þegar þú gefst líka upp á bleiunum, skaltu ekki láta þér detti í hug að reyna að koma aftur. Þú ert með sterka rödd. Getur þú sungið? Nei. Það skiptir ekki máli. Hann ekki heldur. Hvernig litist þér á að fá borgað fyrir að vaða í píu? Ekki hefur maður í manns stað. Vítu, hver er að fljúga vélinni? Hæ.
Hæ? Hver djöfullinn gengur á hérna? Eva? Hæ, hvað? Hver er þetta? Svona, Andri minn. Ekki vera svona dramatískur. Þetta er hann Sölvi og við vorum að... Gera búm, búm. Vert ekki svona dramatískur hvað? Þetta er allt búið á milli okkar. Hvað meinarðu allt búið? Eva, við þurfum bara að tala saman, ok? Við erum að tala saman. Nei, tala saman í alvöru. Hvað ætlar að segja? Svona, Andri minn, segðu það bara. Þetta er fallegt af þér. Æ, Andri minn. Hvernig var í vinnunni? Ertu rugglaður? Djöfisins aumingi ræðst á blindan mann. Ertu hvað rugglaður? Líður betur núna? Ha? Andri. Andri minn, við þurfum plástur. Þó þú sjáir mig en ég þig ekki, þá sé ég eitt sem þú ert alls ekki vilja horfast í augu við. Viltu kaffi? Já, svart.
Svona. Ekki kaffitöskuna! Slakaðu á hérna. Svart. Ha? Já, það er svart. Allavega fyrir þig. Kláraðu bara kaffið þitt með að ég klæði mig. Hvað dreymir þig? Svart og ná svart og ná svart. Góð spurning. Eða kærustuna þína? Fyrrverandi? Hún vildi hafa ljós. Þú vildir ekki hafa ljós. Af hverju er það, Andri? Það er mitt mál. Það er betra í ljósi. Af hverju tekur hann ekki upp, Andri? Hvað heldur að þú sért? Blindur. Komdu þér út! Andri, það skiptir ekki máli hvort ég fer út eða ekki. Hvort þú sérð mig eða ekki. Ég verð alltaf við hliðina á þér. Haltu kjafti og komdu þér út! Og hverju breytir það? Út með þig! Strákar. Slappið af. Við skulum koma. Koma? Ætlarðu með honum? Ég ætla að keyra hann heim. Þú verður ekki að keyra hann heim. Ég held að hann getur komið sér sjálfur heim. Hvernig á hann að komast heim til sín? Ætlar þú að keyra hann heim? Ég ætla ekki að fara að keyra hann heim. Ég er ekki með hund. Andri minn, hann er blindur. Hvernig á hann að komast heim til Mér sín? er anskotan saman. Þú ferð ekki að keyra hann heim. Þú ferð ekki héðan út án mín. Vilt þú keyra hann heim? Nei, ég ætla ekki. Andri minn, þú mátt keyra hann heim. Ég ætla ekki að keyra hann heim. Keyr þú hann heim. Ég keyra hann ekki heim. Þetta er alveg prýðileg þjónusta hjá þér, Andri. Hann er hver? Var að grínast svona. Við verðum að koma við á vídeóleigunni. Nei, það getur beðið. Ég kem ekki við á vídeóleigunni. Minn, þetta er í leiðinni. Ég kem ekki við á vídeóleigunni, ekki núna. Ég kem ekki við á vídeóleigunni. Ok, þá fáum við bara sagt. Hvar tókstu þessa spólu? Ríkinu. Ég er búinn að segja þér að taka ekki spólu í ríkinu. Almáttur ef að byrja þessu aftur. Ok. Já. Hvað heldur að strákarnir í vinnunni segi þegar þeir heyra að kærastæðin er orðinn blindrahundur? Ég þarf ekkert á þér að halda lengur, kallinn minn. Ætlarðu kannski að verða eftir hjá honum Andra? Getur ekki einu sinni reykt alvöru sígaretta á þess að brenna þig á glóðinni? Glóðin í sambandinu þínu. Maður brennir sig ekki á henni. Ekki lengur. Hvernig er það, Andri, að vera orðinn gamall vani? Hvað heldur að þú sért? Þú. Haltu kjaftu og vilt ekki að ég drepi í þér helvítis aumingiðinn. Þetta var sárt. Berðu enga virðingu fyrir fötluðum? Nei, Andri, þú þorið það ekki. Þú gefst alltaf upp. Ekki segja mér hver er búinn að gefast upp. Það ert þú sem ert búinn að gefast upp. Drepast úr sjálfsvorkunn? Kannski enginn furða, það er ástæða til. Nei, ég er stoltur af að vera blindur. Að vera blindur er bókstaflega ólýsanlegt. Og hugsaðu þér, Andri, kostin að þurfa ekki að horfa framan í þig. Haltu kjafti. En ég elska þig. Erum við nokkuð á bömmur? Erum við nokkuð hrædd? Andri, ertu að hlusta, vinur? Þetta verður allt í lagi. Við missum öll takið. Það er allt í lagi.
Rafmagnið fór af. Festu á þig beltið. Af hverju? Festu á þig beltið af því ég segi það. Festu á þig beltið. Svona, slappaðu af. Bíddu, er þetta Reykjavík? Að því bara hvað? Ég þarf að keyra svona hratt.